Næst ætlum við að eiga samtal sem undir yfirskriftinni verðmæti gagna, auknar kröfur, styrktir innviðir. Og til þess að eiga það samtal ætlum við að ræða við Helgu Hauksdóttur sem sérfræðingur á skrifstofu nýsköpunar, rannsókna og stafrænna mála í mennta-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytinu og hana Svövu Maríu sem við ræddum við hérna áðan og þarfnast ekki frekari kynningar. Svo vel, Svava. Ég stekk hérna á milli púltsins. Við ætlum að ræða gögnin og það kom fram í pallborðinu hérna áðan og í fyrirlesunum hérna sem töluðu fyrir hádegi að tækifærin liggja í gögnunum. Og svona aðeins áður við byrjum, það langar kannski aðeins að fá okkur til þess að, kannski þú myndir byrja Svava, bara af hverju skiptir það máli að við höfum skýrt regluverk og skýra leiðbeiningar hvernig við getum notað og nýtt þessi gögn sem við eigum betur en við gerum núna? Það kannski bara fyrst og fremst það að það mikilvægt að þegar við erum komin að þann stað eins og við erum núna, þar sem að gögn ekki bara svona einhver auka afurð þess að veita heilbrigðisþjónustu, heldur grundvallar atriði hvernig við veitum heilbrigðisþjónustu, að við séum mjög skýrar staðla og reglur gagnvart í hvernig við búum til gögnin, tryggjum að gæðin séu góð og að gögnin séu alltaf aðgengileg þeim sem þurfa á þeim að halda, þegar þau þurfa á þeim að halda og að við gerum gögnin opin. Og það þarf kannski að eiga sér stað einhver menningarbreyting einhverju leyti, þar sem að við hugsum gögnin sem eitthvað sem opið og frekar lokum aðeins á og takmörkum eftir þörfum, frekar en eitthvað sem lokað og við eigum og deilum út bara í einhverjum bútum. Í sprótasamfélaginu þá til að mynda mikið verið að velta fyrir sér heilbrigðisgögn í skýinu. Má vista heilbrigðisgögn í skýinu, komið eitthvað svar við því og hvað þarf að huga því og getur gefið okkur bara svona einhverja praktík þetta? Ég bara get glatt ykkur með því að ég veit að þetta eina af þessum stóru spurningum sem að hefur legið fyrir, ský, ekki ský, með gögnin fari í ský. Það var tekin ákvörðun í heilbrigðisráðuneytinu bara í vikunni að þetta má. Þetta var eftir samráð við stafræna stýrihóp og aðra. Það liggur fyrir nú þegar öryggisflokkun gagna og ríkisins og það var bara tekið á skarið og þessu hefur bara verið eitt. Þetta ekki spurning. Heilbrigðisgögn eru varingögn í einhverjum sértækum tilfellum sérvaringögn og þá mun það bara ráðuneyti úrskurða úr því ef þörf en þau eru varin, kannski sérvarin gögnin mega vera í skýi. Gott að heyra þetta. Það mikið náttúrulega gervigreind á allra vörum. Helga, það væntanleg löggjöf nýtingu gagna í gervigreind í heilbrigðisþjónustu. Getur aðeins farið með okkur í gegnum hvað erum við að fara að sjá þar og hvaða áhrif hefur það á þessa umræðu sem búin að eiga sér stað hérna í dag? Já, takk. Það náttúrulega hefur gríðarlega áhrif á gervigreindar. Já, tæknin hefur náttúrulega búin að auka svo mikið möguleikana til þess að nýta þessi gögn og gögnin eru náttúrulega nauðsynlegt til þess að við getum nýtt þessa tækni. Það búið að setja reglugerð hjá Evrópusambandinu svokallað gervigreindar reglugerð sem hluti af innri markaðnum, þannig að við erum að horfa á aukna kröfur. Þetta til viðbútar við löggjöf lækningatæki og persónuverndarlöggjöf. Kannski við tökum bara góðu partana, hérna já, einhverju röngum. Já, ef við tökum svona ljósið í myrkrinu að það þýðir náttúrulega þá verður þetta innri markaður, þannig að ef við þróum laust hérna þá á hún að virka hjá ESB og öllum EES-markaðnum. Þannig að það svona það góð og auk þess sem að löggjöfin náttúrulega ætlað að tryggja öryggi okkar og mannréttindi. Hún ekki að fullu búin að taka gildi í Evrópusambandinu. Við eigum eftir að sjá aðeins hvenær hún mun taka gildi svo hérna að það að innleiða hana með sérstökum lögum. Mögulega verður það haust 2026. En þetta svona áhættumiðuð löggjöf og þeir sem að þekkja til lækningatækja löggjöfina þekkja einhver stef þarna inni og þetta byggist á því að ef þetta laust sem að hefur í för með sér mikla áhættu að þá gilda strangari reglur en fyrir meiri hlutan eins og hérna sem lágmarksáhættu að gilda mjög litlar reglur.
Það sem mér langar kannski til þess að benda á að þau sem eru í þróun á heilbrigðislausnum, að þau þurfa svona í upphæfi svolítið að spyrja sér nokkra spurninga. Þannig að fyrsta lagi þetta gervigreind. Skilgreiningin frekar víð á því hvað telst vera gervigreind. Og svo í öðru lagi þetta að fara á markað. Ef þetta bara í vísindarannsóknir þá eiga þessar reglur ekki við. Og þetta tekur ekki til þess að þátta varðandi þróun á lausninni áður en þetta sett á markað. Þetta semst miðar alltaf, þetta vöruöryggislöggjöf í grunninn. Og svo þarf að spyrja sig þessar spurningar, fellur þetta undir lækningatækjalöggjöfina? Ef þetta fellur undir lækningatækjalöggjöf og ef þetta háð samræmismati þriðja aðila, að þá þetta komið í flokk sem hefur verið þýtt sem áhættusamt gervigreindarkerfi. Og það þýðir að alveg frekar strangar reglur. En ef þetta fellur undir lækningatækjalöggjöfina og ekki háð þessu samræmismati, að þá telst þetta ekki vera áhættusamt gervigreindarkerfi. Skiltu þetta ekki allir? Eða? Já, ég veit ekki alveg. En sko, ef við förum svo ef þetta ekki lækningatæki, að þá þurfum við að fara inn í gervigreindarreglugerðina og skoða það eru svona vissir flokkar sem áhættusamir, áhættusum gervigreindarkerfi og kannski þegar við að horfa á heilbrigðisþjónustu að þá erum við að tala um þessi kerfi eins og til dæmis forgangsröðun varðandi heilbrigðisþjónustu. Ef þú ert að nýta gervigreind í það, þá getur það fallið þarna undir. Og ef þetta flokkun og neyðarsýntölum og eitthvað slíkt, þannig að þetta gott að huga aðeins í byrjun hvernig kerfið strúkta mögulega getur það haft áhrif á hvernig fólk velur að hafa kerfið að þetta falli ekki undir af því þetta gerir það verkum að það eru auknar kröfur. Þetta að koma frá Evrópu, hefurðu áhyggjur af því að þessar reglur gæti orðið hamlandi fyrir það umhverfi sem við erum að reyna að skapa hér og hefur svolítið verið imbrað á? Hvernig meturðu það? Sko, óvissa alltaf svolítið hamlandi. Það náttúrulega þannig. Og hugmyndin, ef ég fer bara aðeins á næstu gleiru, ég óástríðufulli embættismaðurinn. Sko, þá eru þessar kröfur sem eru gerðar til þess að áhættusamra gervigreindarkerfa og sem þið sem þekki lækningatækjalöggjöfina kannski svolítið við, en verður auka krafa fyrir önnur tæki líka sem eru skilgreind sem áhættusöm. Sko, hugmyndin og það sem kveðið á í þessari reglugerð að það eigi að gera staðla og það verið að vinna þessum stöðlum og það þannig fyrir þróunaraðila ef þeir fylgja stöðlunum þá eiga að vera að uppfylla allar skyldur í reglugerðinni. Það sem hefur hins vegar gerst að þessi vinna við staðlana, hún hefur dregist. Þessi refsiákvæði sem snúa að áhættusamri gervigreind, þau eiga að taka gildi næsta haust og það komið aðeins ákall að hvort það eigi kannski að fresta því að þau taki gildi þangað til að vera komnir staðlar svo að fyrirtæki hafi tækifæri til þess að aðlaga sig. Þannig að ég held að skipti máli að bara þróunaraðilar sé að fylgjast með þessu. Þessi staðlavinna í gangi, það verður opnað á svona einhver svona drög að stöðlunum bráðlega sem eiga að vera komin þá nokkuð langt svo að maður getur svona séð í hvaða átt menn eiga að fara. En til viðbótar að þá Evrópusambandið að setja í gang þessu mánuði svo kallað AI helpdesk þar sem hægt að senda inn beiðnir, útskýringar. Það búið að gefa út plagg varðandi samspil þessara löggjafar við lækningatækjalöggjöfina. Þannig að þetta eru áhyggjur en ég held að séu allir ofboðslega meðvitaðir að við reyna að koma í veg fyrir að þetta hafi neikvæð áhrif og samt nái fram sínum markmiðum að vernda öryggi og heilbrigði. Það aðalega nýsköpunarumhverfinu sem hafa starfað í eða verið á sviði heilbrigðiskerfisins kvarta oft yfir samþættingu við kerfin okkar eins og sögu, heilsugátt og svona. Þetta sé svolítið tyrfið og erfitt að tengjast og vinna í og með þessum kerfum. Hvernig metur þú það? Hægt að greiða upp úr því? Ég bara tek undir það. Það bæði kostnaðarsamt og bara alltof erfitt í dag og þessi kerfi eru ekki sveigjanleg, þau eru gömul. FHIR-staðlinn var skilgreindur fyrr í ár og það eru bara mikil bót að vera komið að API
Og svo held ég að hitt sem vert að nefna að við erum að meta annan stað sem heitir Open Air eða Open EHR og ég myndi mjög gjarnan vilja sýna ykkur glæru hvernig hann lítur út. Tæknimaður kannski hjálpa með það. Tæknimaður að stökkva á stað, sé ég. Takk. En já, þarna þetta. En ég hvet ykkur öll til þess að skoða þennan staðal. Þetta ekki bara gagnastaðall sem að skilgreinir gagnastrúktúr, heldur þetta stefnumótandi ákvörðun fyrir heilbrigðiskerfið okkar. Þessi staðall, ólíkur kannski klínísku skráningastöðlunum eða stöðlunum sem tala svona data exchange, hvernig við deilum gögnunum, þá þetta gagnastrúktúrastaðall sem skilgreinir hvernig gögnin eiga að líta út og þessi staðall helst eins yfir heila manns ævi. Það sem hann gerir sem mjög mikilvægt að hann aðskilur kerfi og gögn. Það sem að þetta býður upp á, ef þessi staðall það sem við ákveðum að skilgreina, að ríkið þyrfti þá að bjóða út gagnavettvang fyrir Open EHR. Gögnin yrðu þá bara í eigu ráðuneytisins eða í ríkisins. Gögnin skila sér alltaf þar inn, en það getur hver sem nota kerfi þar ofan á. Og Open EHR, það eru mörg svona plattform gagnavettvangar sem bjóða líka upp á low-code tól sem þýðir það opnar líka fyrir tækifæri að þróa fyrir þetta umhverfi mjög hratt sem betur fer vegna þess að áskorunir heilbrigðiskerfisins eru það margar og fjölbreyttar okkur veitir ekki af meiri aðstoð í þróun. Þetta gengur ekki að vera að þróa bara innan stofnana. Við viljum miklu frekar tryggja bara mjög góða innviði, tryggja grundvallar stoðirnar séu til staðar, hugsa mjög vel gögnin, treystum að þau eru alltaf eins og aðgengileg, en þau eru að skila sér alltaf eins, þannig við getum notað til lengri tíma og líka í aðra rannsóknir og vísindavinnu. Bara aðeins eitt af lokum gervigreindina. Við hljótum öll að vera sammála að við viljum að gervigreindin verði nýtt í þróun og til að skapa betri og nýrri lausnir. Hvað hægt að gera hér á Íslandi? Hvað geta ráðherrarnir og fleiri gert til þess að liðka fyrir og styðja við þannig að gervigreindin verði sannarlega nýtt í nýsköpun á Íslandi? Við erum alltaf að reyna að gera marga hluti. Ég held það sem skiptir máli að setja gagnastefnu fyrir bara stjórnvöld í heild sem eru þá bæði inn á við og út og við hvernig við viljum hagnýta gögnin sem þessi mikla auðlind. Þannig að allir sé að róa í sömu átt. Við höfum verið að skoða stofnun á gervigreindamiðstöð til þess að aðstoða við og efla þetta svona vistkerfi gervigreindar hér á landi og erum að fara að taka þátt í norrænni miðstöð á sviði gervigreindar eins og að tala um það skiptir máli að horfa ekki bara á íslenska markað en þetta þannig þróun að það þarf að horfa á stærri markað. Við erum einnig að tryggja að það sé nauðsynlegt reikniafl til þess að nýta gervigreindina því það skiptir náttúrulega miklu máli og annað eitt fyrir viðskiptin og annað svo að þú sett með rannsóknar umhverfi og þróunar umhverfi og sprota umhverfi þannig að þeir aðilar hafi aðgang að reikniafli. Og svo kannski eitt sem ég langar til þess að nefna að það náttúrulega líka máltæknin. Það í gangi máltækni áætlun sem almannarómur heldur utanum og það náttúrulega grundvallar atriði til þess að við getum nýtt gervigreind hérna á Íslandi að við séum með gögnin á íslensku og getum þjálfað upp þessu lausnir á íslensku. Og ég vil ekki bara nefna eitt í viðbót. Ég get ekki sagt að kannski skýrt hversu mikilvæg gögnin eru í heilbrigðiskerfinu hjá okkur og þess vegna vil ég endilega bjóða ykkur öllum sem hafið áhuga að koma og taka þátt í þessu samtali sérstaklega staðlana. Við erum með svona Open EHR og vinir vettvang sem hugsaður sem vettvang til að eiga samtölin, fá endurgjöfina. Við þurfum eiginlega að heyra frá ykkur í nýsköpunar samfélaginu og þeir sem kunni betur til. Ef það eru rauð flögg sem þurfa að vita af, tökum þetta samtal og tökum stefnumótandi ákvarðanir saman. Glæsilegt. Við gefum gott klapp.